formaður og fulltrúar og aðrir sem áhlýða. Í fyrsta lagi langar mig bara að nefna þessa 7. grein, fræðafrelsi, það alveg hárrétt hjá Þórhildi að það ekkert lýsandi fyrir allt það sem greinin Við vorum einfaldlega að reyna að finna orð fyrir akademískt frelsi sem er vissulega aðeins opnara heldur en fræðafrelsi en samt ekki nógu lýsandi fyrir allt þetta. En ég held að það sé bara verkefni sem við þurfum að fara í. Aðalmálið inntakið og að mínu viti það svo að ef að hrunið hefur kennt okkur eitthvað að þá það sem sagt mikilvægi þess að þetta frelsi sé í hávegum haft og þar kemur þetta akademíska frelsi, fræðafrelsið, það hefur verið mjög átt undir högg að sækja, svo ég segi ekki meira og þetta eitthvað sem að við þurfum að standa vörð í samfélagi okkar og sjálfsögðu þarf líka að standa vörð frelsi lista og vísinda. Varðandi trúfrelsi þá það hárrétt sem kemur fram í máli Vilhjálms að það eru ólíkar túlkanir til á trúfrelsinu. Það til svokallað jákvætt trúfrelsi og neikvætt trúfrelsi og neikvætt trúfrelsi væri þá þessi franska leið þar sem að áherslan á sekulariseringunna og að trúin fari alfarið inn á prívatsviðið og víki úr hinu opinbera sviði. Jákvætt trúfrelsi það sem að reynt að standa vörð í þessari grein og ég held að hún sé mjög mikilvæg bót frá því sem að var í okkar eða í okkar núgildandi stjórnarskrá. Ég held að það sé gífurlega mikilvægt og sé jafnvel ennþá mikilvægara í dag þegar við erum að fara inn í þessa nýju öld sem að talaður hefur verið að trúarbrögðin sé að koma mjög tilbaka og að gildi þeirra sem sagt sé að aukast í samfélaginu, að þá sé það gífurlega mikilvægt að réttur allra til þess að iðka trú sína sé virtur til fulls og við höfum séð afleiðingarnar af því til dæmis í Frakklandi þegar að allt sem að fellur undir trú svona rekið bara inn í skuggan, inn í myrkrið og þar sem að virðingin fyrir trú einstaklingana og virðing fyrir því að trúin skipti máli, ekki bara í einkalífinu heldur líka í samfélaginu öllu, að þá held ég að þetta sé gífurlega mikilvægt og þessi 3. málsgrein þarna að stjórnvöldum beri að vernda öll skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög sé mjög mikilvægt atriði til þess einmitt að við stöndum vörð rétt einstaklingana til trúar og beinlinnis til þess að það ríki sátt og samlyndi í okkar samfélagi. Þetta með þjóðkirkjuna, þó að það hefur verið skiptar skoðanir inn í A-nefnd, að þá voru við sammála það eins og kom fram í máli Silju Báru og ég vil bara þakka henni fyrir mjög góða greinagerð fyrir okkar tillögum, að það sameiginlegur skilningur okkar að það sé ekki okkar að skilja að ríki og kirkju.
það sé ekki okkar. Og þess vegna fórum við þessa leið. Ég sé alveg þessa hættu á að stjórnarskráin hreinlega drukkni og nýtt frumvarp nýja stjórnarskrá sem sagt í heild falli í skuggan fyrir deilunni ríki og kirkju. Það vissulega hætta á því og þess vegna bara þakka ég Pavel fyrir hans tillögu sem við væntanlega förum með inn í okkar vinnu í næstu viku og skoðum þetta. Það væri kostur ef að við hefðum meira afgerandi sem sagt lagalega afstöðu í þessu máli. Við höfum fengið misvísandi, einhverju leyti misvísandi lagalegar túlkanir á núgildandi ákvæðum í þessum atriðum, þá bæði 62. greininni og 79. greinarinnar. En ef að hægt að lenda þessu máli svo að við séum öll sátt, þá það að sjálfsögðu kostur. Takk. Þá næstur Andrés